svo umræða hefur komið upp að sé svona stundum getur við sagt pínu gjá á milli landsbyggðar og höfuðborgarsvæðisins getur við sagt. Og þú ert nú býr þarna í 100 og hvað eitthvað? 107 Reykjavík. Og alin upp í 104. Já, þannig að... Já, ég Reykvíkingur og skammast mín ekkert fyrir það, sko, en líka verið meðvituð lengi að það sko óbúslega mismunandi aðstæður, mismunandi aðgengi að þjónustu, mismunandi samgöngur og ég finn það eiginlega okkur einasta fundi sem ég fer á. Að fólki finnst gjáin ekki vera, sko heldur að breikka, skulum við segja, þeim finnst hún heldur vera að breikka en hitt. Og að skilningurinn sé ekki nægjanlegur á þessum mismunandi aðstæðum. Það aftur finnst mér vera eitthvað sem forseti getur gert eitthvað í. Ég meina forsetinn á að vera að ferðast landið og hlusta á fólk, ekki bara mæta og taka þátt í hátíðahöldum, heldur gefa sér tíma og ég tel nú að fyrir forsetar hafi verið dugleg að gera nákvæmlega þetta, að fara landið, kannski enn meiri þörf á því nú en nokkru sinni fyrr. Af því svo eru þetta á sama tíma og fólk upplifir þessa gjá þá eru náttúrulega líka tækifærin allstaðar hringinn í kringum landið eins og maður finnur bara hér, það er svo mikið að gerast og það er svo mikilvægt að sko við aukum þennan skilning. En hvernig getur þú gert það? Hvernig getur forseti, getur við sagt, ef við segjum að landsbyggðin eigendur högg að sækja á ýmsum málum, þú veist, það er við þurfum ekki að fara kannski eitthvað nánar út í það, en það er til dæmis dýrari fyrir marga landsmenn eða fólk út á landsbyggðinni að sækja sér læknisþjónustu og annað og ferðast og annað, þú veist, þetta er þannig að fólk sem býr út á landi að þið finnst þið kannski ekki fá þennan skilning, skilur, akkur er ekki aðeins meira jafnræði í þessu. Er þetta pólitík eða? Það er auðvitað mörg viðfangsefni í þessu á vettvangi stjórnmálanna, en forseti getur gert ýmislegt og það er ástæðan fyrir, sko, eitt sem ég finnst dálítið merkilegt, ég er búin að fara við það og allstaðar finn ég hvað fólki finnst þetta embætti mikilvægt. Ekki vegna þess að fara með völd mikil, því þau eru svona formlega séð, fyrst og fremst þessi svona sem við þekkjum, en forseti hefur áhrif og forseti getur verið til staðar þegar á bjátar. Hann á að vera sá eða sú sem þjóðin getur hallað sér að og hann getur svo sannarlega sett mál á dagskrá. Og ég var nú að ferðast sunnanverða Vestfirði. Þau rifjuðu upp orð fyrrum forseta þegar hann ræddi ástand vega á Vestfjörðum og það varð allt vitlaust, við munum alveg eftir því. Þannig að auðvitað getur forseti sett mál á dagskrá en líka bara tryggt það að vera aðgengilegur land allt.